10. desember. Nú eru 2 vikur til jóla og jólaundirbúningurinn í jólasveinahellinum er komin á fullt. Þeir jólasveinar sem fara ekki til byggða eru byrjaðir að þrífa og skreyta hellin og auðvitað taka systur þeirra þátt í undirbúningnum. Grýla og Leppalúði eru meira í því að segja hvað á að gera næst og benda hvert skrautið á að fara. Leppalúða gengur ágætlega að benda án þess að þurfa að standa upp úr stólnum sínum. Smjörhákur heitir einn bræðranna. Hann er eini jólasveinin sem fættist með horn og fær þess vegna aldrei að fara til byggða, enda yrðu börnin líklega bara hrædd við hann. Smjörhákur og Skotta, systir hans, sóttu gamlan kassa fulla af jólaskrauti og á meðan aðrir voru að þrífa, þá fóru þau að gramsa í kassanum og skoða allt jólaskrautið. Í kassanum var fullt af gömlu skrauti til að hengja á jólatréð. Heimagerðir jólasveinar úr grenikönglum, snjókallar úr frauðkúlum og englar úr pípurheinsurum. En einnig voru skraut eins og jólakúlur, stjörnur, hreindýr og fleira jólalegt. En þau fundu líka nokkur umferðamerki sem hægt var að skreyta húsið með. Sennilega hefur einhver bræðranna fengið þetta í einhverjum ökuskóla og komið með heim eftir einhver jólin. Þau grömsuðu í umferðamerkjarúinni, fullt af hringjum og fullt af þríhyrningum. En eitt merkið var öðruvísi en öll hin merkin. Það var ekki hringur og ekki þríhyrningur. Heldur hafði það 8 hliðar og 8 horn. Þetta kallast átthyrningur, sagði Skotta við bróður sinn. Hvað stendur á því? Spurði Smjörhákur. Stopp, sagði Skotta. Stopp? Spurði Smjörhákur. Hvað þýðir stopp? Ég held að það þýðir stopp, sagði Skotta. Kannski áttu þau bara ekki fleiri pé til að setja á skiltið, sagði hún hlæjandi. Meiri kjánarnir, gleymdu bara einu pé, hló Smjörhákur. Það er eins og ég myndi kalla því skotu í staðinn fyrir skottu, hélt hann hlæjandi áfram. Þau hlógu svo mikið að Grýla heyrði í þeim og fattaði að þau voru ekki að hjálpa til við jólaþrifin. Hún sagði þeim að hætta þessum kjánalátum og fara að þrífa eins og öll hin. Hvers vegna er stoppmerkið ekki eins og hin merkin í laginu? Spurði Smjörhákur Grýlu. Það er gert til þess að þau sem sjá aftan á merkið vita hvaða merkið þetta er og vita þess vegna að sá eða sú sem sér framhliðina á að stoppa og bíða, svaraði Grýla. Þetta fannst Smjörháki sniðugt. Auðvitað er gott fyrir alla bílstjóra að vita hverjir eiga að bíða eftir hverjum. Hvers vegna er stoppmerkið öðruvísi í laginu en öll hin umferðamerkin?